Sæl Tjana, til hamingju með þennan sigur og til hamingju með að vera komin í Subway-deildina. Takk hérlega fyrir. Hvernig eru svona fyrstu tilfinningar þínar eftir leik? Sko, ég fór meira svona hugsið það bara þetta síðustu leikurinn okkar. En þetta er geggjað og spennandi tíma framöndan. Við erum augljóslega að bæta okkur og við höfum verið að gera hluti sem við höfum ekki verið að gera áður fyrst á tímabili. Þannig að ég er bara spennt fyrir þessu og mér finnst við hafa unnið aðeins fyrir þessu smiða við. Við vorum ekki að spila rosalega vel, en þetta er bæting þannig að okkur finnst við vera tilbúinir í þetta. Þessi sería, hún er öll búin að vera mjög jöfn og þú veist, hvernig er fyrir þá sem ekki hafa spilað svona, hvernig er að spila svona svakalega seríu? Sko, þetta er rosalegt álag, ég ætla ekki að ljúga. Við erum allar rosalega þreyttar líkamlega, en þetta er allt bara, svo Brynjar sagði þarna, þetta svona er tímabil þar sem við glímumst alltaf saman, þar sem við fáum að, það er verið að slípa okkur saman. Við fáum að kynnast hvernig mikið betur og fáum að sjá hvernig hver spilur undir pressu. Þannig að þetta er bara, þetta er geggjað. Jafn svona stressandi og erfitt að þetta þá er þetta geggjað. En í byrjun tímabils þá hafið þið væntanlega sett ykkur markmið og var þetta alltaf markmiðið? Sko, markmiðið var í raun að fara upp í Subway og síðan fór það allt í burtu svona þegar við vorum búin með helmingum tímabilinu og markmiðið var þá bara að bæta okkur. Og við vildum ekki fara upp nema við vildum bæta okkur eins og við erum að gera núna. Við vildum sjá einhverjar bætingar áður en við vorum tilbúin að fara upp í efstu deild. Við viljum fara upp og sýna að við erum skilað að vera upp en ekki bara fara upp til þess að falla niður. Takk fyrir Tjana og til hamingju aftur. Takk fyrir.